Á veturnar eykst umferð Glerárdal og Hlíðarfjall til muna, enda svæði kjörið til útivistar, bæði fyrir skíða- og vélsleðafólk. Það má þó alls ekki æða hérna bara út allt, því hér liggja viðkvæm vatnsverndarsvæði og hverjum vetri hefur Norðurorka þurft að minna fólk á að sýna þessum svæðum virðingu. Það mjög mikilvægt að vatnsverndarsvæðin séu virt og þetta umferðarbann sem við sett að þessi virt, og þess vegna höfum við vakið athygli á þessu alltaf hverjum vetri með auglýsingum og höfða þá til bæði vélsleðamanna og annarra sem eiga ferð fjöll og fyrindindi að virða vatnsverndarsvæðin, og þessi svæði Hlíðarfjalli, Hesjuvallalindir og Glerárdalslindir eru okkar aðal vatnstökusvæði. 80%, 75–80% af því vatni sem Akureyringar og fyrirtæki á Akureyri að nota koma að þessum tveimur svæðum. Hitt svæðið okkar síðan í Hörgárdal, Möglum í Hörgárdal, rétt innan við Sundlaugarnar á Þelamörk. Þannig að þetta er eitthvað sem við reynum að gera hverjum vetri og afar mikilvægt að höfða til góðra samvisku fólks með þessar reglur og virða þær. En hvað getur í rauninni gerst ef að fólk að fara þessi vatnsverndarsvæði? Ég meina, hversu alvarlegt það? Það sem við erum fyrst og fremst að hugsa að allt álag á þessu svæði hefur áhrif, beint eða óbeint. Og við þekkjum dæmi þess að það verða slys inn á þessum svæðum eða rétt utan við þau. Við höfum nýlegt dæmi bara úr Hlíðarfjalli núna í síðustu viku. Þá verður slys að vísu aðeins Hörgárdalsmegin í fjöllunum og vélsleðamenn sem slasast, og þangað þurfti að senda björgunar aðila, og í þetta skipti þá fóru félagar í björgunarsveitinni yfir vatnsverndarsvæðið okkar, voru að vísu komnir vel yfir það þegar verður óhapp í þeirra bíl og það fer olía niður í snjóinn, vísu kílómetri, það bíl kílómetri norðan við vatnsverndarsvæðið sjálft. En við erum mjög hugsi yfir því ef þetta er orðið inn á svæðinu sjálfu. Síðan náttúrulega þetta geta orðið slys í þessum vélsleðum, það getur farið niður olía eða bensín, og allt þetta mjög erfið eiturefni í þessum olíum og bensín og annað. Þannig að ef þetta fer niður í svæðið og kemst óhindrað niður, sem náttúrulega alveglegast, að þá getur þetta alveglega áhrif á vatnsverndarsvæðið og vatni sem í þessum lindum. Við gætum hreinlega orðið vatnslaus hér á Akureyri? Þetta skiptir magnið og aðstæður máli. Það sem okkur finnst mikilvægast náttúrulega númer 1 að virða vatnsverndina, þannig að menn séu ekki að fara inn á svæðið og skapa hættu. Nú ef menn neyðast til að fara inn á svæðið eða menn jafnvel gera þau óleyfi og eitthvað kemur bregður út af, þá viljum við samt fá vitneskjuna. Við viljum frekar geta komist á svæðið og gert eitthvað til þess að hindra það að efnin fari niður, frekar en að menn segja ekki frá því. Þannig að númer 1 að virða reglurnar, númer 2 ef eitthvað bregður út af, annarkvort neyðast menn til þess að fara inn á eða fara óvart inn á, sem að þetta getur gerst, þá viljum við fá að vita af því ef að verða óhöpp, þannig að sé hægt að bregðast við. Því það oft hægt að gera ýmislegt til þess að hindra að þetta komist niður í jarðveginn, að móka upp snjó og nota ísoksefni og fleira. Og við höfum einmitt að rætta við slökkviliðið núna að þessu tilefni til hvaða aðgerða þeir geta gripið. Þannig að ýmislegt þetta gera ef óhappin verða, og því fleiri sem að fara inn á svæði, því þetta hættan meiri og álagið meiri. Þannig að númer 1, 2 og 3 þetta virða reglurnar umferðarbann. En hversu vel þetta svæði girt af eða merkt? Nú skiptast vatnsverndarsvæðin niður í lindarsvæði, sem svæði næst því þar sem vatnið sjálft tekið. Síðan í raun og veru lindarsvæði eða brunnsvæði, og síðan við náttúrulega með þessum kallum nærsvæði og fjarsvæði. Þannig að sumum vatnsverndarsvæðunum okkar, þau eru reyndar á fleiri stöðum í Eyjafirði heldur en bara hérna upp í Hlíðarfjalli, þá sumum svæðunum eru brunnsvæðin eða lindarsvæðin, þau eru girt af með girðingu, og það fyrst og fremst til að hindra ágang búfjár á sumrin þegar það beit. En á veturna segir sér sjálft að þá fara svona hefðbundna girðingan oftast á kaf, þannig að þá náttúrulega númer 1 og 3 fyrir aðalega að kynna sér hvar þessi vatnsverndarsvæði eru, og við höfum, eins og segja, með þessi mikilvægustu svæði okkar höfum verið mjög duglega að auglýsa það. Við höfum reynda fengið ábendingu frá vélsleðamönnum að það mætti gjarnan bæta við GPS-punktum
á þessar auglýsingar okkar og það ætlum við að gera og mjög góð ábending. Þannig að númer 1 og 3 er auðvitað að kynna sér þetta og virða umferðarbannið. En er ekki frekar óheppilegt að vatnsverndarsvæðin séu svona nálægt þessu vinsæla útivistarsvæði sem dregur til sín fjölda fólks bæði sumar og vetur? Já, nú er það svo að Vatnsveita Akureyrar var 100 ára á síðast ári og fyrstu vinnslusvæði veitunar voru einmitt í Hesjuvallabólum sem er hérna norðan við skíðasvæði í Hlíðarfjalli. Síðan voru virkaða lindirnar sem eru aftur sunnan við eða vestan við skíðasvæðið og þessi sambúð hún hefur gengið vel í þessa áratugi sem hún hefur verið en auðvitað með því formerkjum að við höfum alls ekki viljað auka neitt álagið á vatnsverndarsvæðin með því að heimila meiri umferð heldur en að þegar er orðin. Göngu skíðabrautin hún liggur inn á vatnsverndarsvæðið þannig að við höfum lagt bann við því að menn til dæmis fari með gæludýr inn á göngu skíðasvæðið. Það fer auðvitað snjótróðar það svæði, sá snjótróðari hann er undir sérstöku eftirliti og fær sérstakt viðhald þannig að það minnki líkurnar að það verði óhöpp. Starfsmenn Hlíðarfjalls þeir fylla út skýrslur í hvers skipti sem þeir fara inn á svæði þannig að umferðin er þekkt. Þannig að því marki sem að það er sem sagt, verið að samnýta þessi svæði þá er það gert stýrt og undir stýringu og eftirliti. Það þýðir eins og verið ekki að við getum endalaust bætt við álagi á svæðinu og heimilið alltaf meira og meira af því einhver annar fekk að fara undan. Man hafa komið hugmyndir vélsleðakeppni, hundasleðakeppni og fleira inn á þessu vatnsverndarsvæði og þar höfum við dregið línuna sagt. Það er gönguskíðamenn fá að fara þarna undir ákveðnum formerkjum en við getum ekki aukið álagið á svæðið. Þá vitum við ekki hvar við ættum að enda í því. Og það verður að hafa í huga að þessi svæði eru mjög viðkvæm, það stuttnir á grunnvatnsstraumana og þetta eru lítil svæði í hlutfalli við það hvað þessi vatnsverndarsvæðin eru lítil í hlutfalli við það hvað þau eru að gefa gífurlega mikið vatn og þess vegna leggjum við þessa ríku áherslu á það að þetta eru sameiginlegir hagsmunir, gífurlega miklir hagsmunir og þeir eru sameiginlegir með öllum bæjarbúum og fyrirtækjum í bænum. Akureyrarbær er þekktur fyrir matvælaframleiðslu, mikil mjólkuriðnaður, kjötvinnslu, fiskvinnsla og svo framvegis. Þannig að það er þetta mjög mikilvægt að menn hugsi þetta í þessu víða samhengi og hugsi ekki að það gerir ekki til og ég skjótist inn í gegn. Það er ekki þannig. Við verðum að muna að þetta eru gífurlega miklir heildarhagsmunir.